Já, góðan daginn. Já, það er svo Þorsteinn Tómasson sagði áðan að hvað maður á eiginlega að skýra hérna svona erindi. Og þetta erindi það byggir nú ekki á neinum svona grjóthörðum vísindarannsóknum sem ég hef verið að gera, heldur er þetta svona samsuða úr efni sem ég hef viðað að mér og lesið vindfall, eða maður ætti kannski frekar að segja stormfall, því að þetta gerist ekki nema að vindurinn nái stormstyrk. En svo er þetta líka svona eigin athuganir eftir sérstaklega 2 viðburði sem ég ætla að skýra frá hérna aðeins í erindinu, sem urðu á Vesturlandi fyrir ekki svo löngu síðan. En þetta er náttúrulega tiltölulega ný áskorun í íslenskri skógrækt að eiga við það að tré falli í vindi. Og við höfum bara eftir að sjá meira af þessu eftir því sem að skógarnir vaxa og dafna, því að það virðist vera ákveðin fylgni með því að hvað skógurinn er hár og hvað fellur mikið. Og þó sá ég í einni írskri grein sem ég las að það virtist breytast þegar skógurinn, eða sitkagreinin var komið yfir 27 metra, þá virtist að fá aðeins meiri stöðuleika en þeir voru ekki alveg vissir hvað það var sem að olli því. En þetta erindi verður svona kannski þrískipt. Fyrst ætla ég að reyna svona aðeins að segja ykkur frá því hvað þetta fyrirbæri er og hvaða kraftar eru þarna verki sem eru valda því að tré fara svona eins og þetta. Og síðan ætla ég að tala þessar 2 viðburði sem urðu á Vesturlandi og svo ætla ég aðeins að velta upp kannski hvað við getum gert til að sporna við því eða minnka áhættuna á því að svona hlutir gerist. Og þá er það náttúrulega fyrst bara hvað er vindfall eða stormfall. Ég svona reynda íslenska hérna ýmis erlend heiti og það getur vel verið að það megi fara betur að þessu íslensku en þegar tré skaðast eða brotna, þar sé brotna eða rifna upp með rótum sökum vindálags, þá er talað um stormfall eða vindfall. Og erlendis hafa menn flokkað þetta vindfall í 2 flokka, þar sé að katastrófik eða sem ég kýs að kalla rjóðurfall. Við getum líka að kalla hamfarafall, þar sem að stór svæði í skóginum falla og það gerist yfirleitt í mjög miklu vindi og jafnvel í fellibylstyrk. En svo er þarna endemik sem er meira svona svæðistengt, það er kannski frekar stök tré eða nokkur tré sem falla á sama svæði og það er mun algengara og það getur gerst í bara tiltölulega litlu vindi ef að rótakerfi er veikt á trjánum eða við erum með granna stofna og stóra krónu, þá getum við fengið þetta stakfall. Hvaða áhrifaþættir eru það sem við erum að tala um? Við erum að tala um náttúrulega vindstyrk. Vindstyrkurinn þarf að vera dálítið mikill í flestu tilfellum til að tré skaðist. Jarðvegsgerðin skiptir máli, hvort við erum með grunna jarðveg, djúpa jarðveg og hvort að tré nái þá góðri rótafestu í þessum jarðvegi. Rótakerfi trjánna skiptir máli og þar kemur náttúrulega trjátegund inn og þá erum við að tala um í rauninni öll karaktereinkenni eða einkenni trjánna, það er að segja hvað krónan er stór, hvort við erum að tala um barrtré eða lauftré, stífleiki greina, stærðar á laufi eða barri, stífleiki á því líka, rótargerð og ýmislegt annað. Landslag, og það er náttúrulega, við þekkjum það öll, að landslag getur magnað upp vind, ákveðna landslagstýpur, hvernig skógurinn liggur í landinu, hvort hann er opið fyrir vindinum eða ekki. Hæð trjánna, yfirleitt fellur lágur skógur ekki. Lega gróðursetninga og lega jarðvinnslu, það helst svolítið saman. Og ég sá það ég hef bæði séð það í írskum
írskri grein sem ég las og líka enskri og sérstaklega í plógstreykjum töluðu þeir að ef að plógstreykirnir lágu þvert á ríkjandi vindátt að þá voru þeir búin að sjá ákveðna fylgni í því að það var meira vindfall í þeim skógum. Ég sá í kanadískri grein sem að ég lesi svolítið, þeir virðast vera mikið að spá í þessa hluti, að þeir voru búin að flokka brotin eftir þessum flokkum. Það er að segja stoppbrot, það er að segja kallað stembreik, það er að bolurinn brotnar töluvert fyrir ofan jörðu. Þetta getur verið á töluvert miklu bili, hæðarbili þetta brot. Og svo talaði stokkbrot eða rótarhálsbrot sem er þá brotnar stofninn bara alveg niður við jörð. Og ég hef nú aldrei séð svoleiðis brot reyndar hérna. Rótarslit, það er að segja að þá er einhver gall í rótinni, hún er slitin undir trénu og tréð er þá þess vegna bara valtara. Og þau snúast oft niður, þau tré. Og svo það sem ég kalla hana hinsfall, eða það sem ég vildi nefna hérna trjáfall, en ég fór nú að spá í það, maður ætti kannski að hafa þetta hjarafall eða lamafjall, þar sem að öll rótin með jarðvegi kemur bara upp þegar tréð leggst á hliðina. Og það sem að það er svona nokkuð svipaður kraftur sem að þarf til að velta trénu á rótinni eða brjóta stofninn. Og ég kem aðeins betur inn á þessa krafta hérna eftir í næstu glærum. En það fer náttúrulega bara eftir aðstæðum. Í frosinni jörð til dæmis að þá er kannski meiri líkur á því að stofni brotni frekar en að rifni upp með rótum. En svona bara fyrir þá sem hafa gaman af formúlum þá fann ég nú hérna nokkra formúlur sem að reikna út þessa krafta. En vindfall þetta virðist vera mjög svona einfaldur hlutur, það kemur bara brjálarok og það detta niður tré. En þetta er svolítið flóknara og þegar maður fer að stúdera þetta þá er þetta nú eiginlega meira spennandi heldur en Arnaldur eða Issa. En það sem að við erum það sem að flestar þessar rannsóknir benda eða leitast við að finna út að það er þetta snúningsvægi eða tork sem að er þá það vægi þeirra ef að snúningsvægi er orðið meira heldur en rótarfesta trésins eða styrkur stofnsins, þá gefur eitthvað eftir. Og hérna sjáum við bara formúlu fyrir það sem að HI er í rauninni hæðarbil eða hæðaraukning, það töluðum height increment sem að þýðir eiginlega aukning, en mér fannst svona hæðarbil eiginlega betra og F er þá krafturinn sem að kemur lárið, þar sé vindstyrkurinn. Og ef við förum þá bara nánar út í það, þá er þarna efri formúlan hérna, það er í rauninni formúla sem reiknar út hversu mikið kraftur er í vindinum sem virkar á tréð. Og þannig er tekin inn til dæmis þéttleiki lofts og það er tekin inn hluti krónunnar sem að snýr beint á móti vindi, hotrétt á móti vindinni og það er eiginlega þarna CDI sem að ég ákvað að kalla loftmótstöðustuðul sem að kölluðu drag force á ensku sem er í rauninni bara hvað krónan heldur mikið á móti og svo er það náttúrulega vindtræðin í þessu hæðarbili eða þessari hæð sem við erum að mæla. Og annar kraftur sem er samhangandi þessu krafti, það er í rauninni aðdráttaraflskrafturinn. Og þar erum við komin með breytur inn sem er í rauninni hæðargildi sem er þá eitthvað sem við erum búin að ákveða fyrirfram, í hvaða hæð við erum að mæla þetta. Og svo erum við með hvað tréð sveiflast mikið út frá láréttri rögun
og aðdráttarafls hröðunina í rauninni, það er að segja hvað við förum hratt niður. Og með þessum útreikningu getum við fundið út þetta snúningsvægi. En þetta skýrist nú miklu betur á þessari mynd sem við sjáum hérna. Það er mjög einfaldara að horfa á þetta. Við sjáum það bara að vindurinn kemur hérna til hliðar og sveigir tréð niður og það er samband á milli þessara allra krafta sem að í rauninni veldur því að tréð brotnar. Og ég fann á netinu afskaplega skemmtilega handbók akkurat þetta fyrirbæri, það er að segja stormfall, sem að sveitarstjórn eða ríkisráð í Bresku Kólumbíu lét taka saman. Og þeir hafa sem sagt reiknað út þessa stuðla dálítið. Og við sjáum það að fjallaþynur og blágreini og væntanlega sitkagreini líka sem eru með frekar stífa greinar, stífar nálar, og það taka svolítið mikið á sig af vind. En aftur á móti stafafuran og deglið eru þarna næst fyrir neðan með stuðul upp á 0,3 og 0,6. Svo svona tré eins og marþöll sem eru svona miklu mýkri og gefa betur eftir. Þau eru með ennþá minni stuður, það er að segja mótstuðustuður. Og svo var þeir búin að reikna út í vindgöngum hver krítiskur brotstuðull eða fallstuðull er á sitkagreini. Og við sjáum það að á 10 metra greini þá erum við að tala kraft sem er 3 til 14 kilonewton á meter. Og ef ég man rétt úr hérna eðlisfræðinni að þá er 1 newtonmeter, það er það afl sem þarf til að færa 1 kíló, 1 meter. Þannig að, og kíló er náttúrulega 1000, þannig að við erum að sjá að hér er gríðarlegt afl sem að liggur hér að baki því að velta einu tré. En þá erum við komin á Vesturlandið og ég ætla að byrja á þeim viðburði sem er nær í tíma. Og það er stormur sem reið yfir landið að morgni 14. mars 2015. Þá mældist vindhraði upp á Skarðsheiði 72,5 metrar á sekúndu í mestu hviðunni. Og í þessu stormi, hann stóð nú stutt yfir, þá féllu svona í svolítið miklu magni, það segjum Rjóðurfell, 1,8 hektarar, víð og dreif Stálpastaðaskóg og hérna, það var svona, manni brá dálítið þegar maður kom út í skóg eftir þennan storm, að sjá skóginn. En fyrir utan þessi Rjóðurföll sem að urðu, að þá var fullt af svona stökum trjám sem að féllu hingað og þangað skóginn. Þá eru 3 svæði sem urðu verst úti og ég sýni mynd af legu þessara svæða núna á eftir. Og svona það tegundir sem urðu verst úti, það var sitkagreini, eða stafafura, sitkagreini og rauðgreini. Og við ætla að sýna núna nokkra myndir og bara tek það fram að myndirnar sem koma hér á eftir eru ekki fyrir viðkvæma. Bara svona til að forðast lögsókn. En hérna sjáum við yfirlitsmynd yfir Stálpastaðaskóg. Hann sést nú ekki alveg allur, það er smá hérna út af. En, spurning hvort að sé þetta bendi eitthvað með þessu. Það er hérna, já. Þetta sá ég hérna. Þetta er sitkagreini. Þetta er einn af elstu reitunum í Stálpastaðaskógi. Hér er gryfja. Og þetta er gömul gryfja sem við ákváðum að nýta aðeins betur. Til að geta nýtt þessa gryfju betur og tók við kantinn sem að var þarna. Og það er eins og að, nei, nú ger ég vitlaust. Já.
Og það er eins og það hafi skrúast hérna upp, myndast hérna svona upp úr gryfjunni, svona strengur, akkurat í þessa átt. Og þarna féllu 2000 fermetrar af sitkagreini. Og þetta var ekkert lítið sitkagreini. Þetta var svona meðalhæð þarna kannski svona 17-18 metrar og þetta var upp undir 20 metra hátt tré sem fóru hérna. Hérna var rauðgreini, afskaplega fallegur rauðgreinireitur, nýgrisjaður, mjög flottur. Hérna við hliðina á honum er sitkagreini tilraun sem ég skilst að þessi ágræðsla af trjám sem að lifðu 63 seti af. Hann er ógrisjaður og það er eins og að það hafi komið hérna strengur yfir og myndast svona hvirfill þegar hann kemur hann yfir og splundraði bara reitnum, miðjan fór bara úr. Hérna erum við með Staðarföru. Þessi reitur er nánast horfinn og hérna eru svona stórir blettir innanum sem að fóru. En ef við horfum á þetta er ekkert ofboðslega mikið í öllum skóginum. Þetta er rétt rúmlega 1% af skóginum. Svona leit sitkagreinið út eftir þetta. Allt bara flatt. Staðarfuran, þetta er þetta bergfura, en Staðarfuran leit nákvæmlega svona út líka. Þetta er sitkagreini, frekar svert, en það var það næsti viðburður og það er Norðtunguskógur. Þar vorum við búin að grisja hressilega gamlan Staðarfurureit og ætluðum að fara í tilraun með sjálfsvon ykkur Staðarfuru. Vorum annars vegar með 100 og hins vegar 203 hektara. Það er mjög jarðbrunnt og það er hart undir þunnum jarðvegi. Þennan dag gerði alveg ógeðslegt úrhellisrok með rigningu og það var mikill vindur, sunnan, suðvestan, sem er nú frekar óvinlega átt og það var gríðarlega mikið fall úr þessum reit. Við vorum nýbúnir að grisja þetta. Það var ekki eins og búið að keyra timbrun út, þegar þetta gerist. Þannig að þetta, svona leit þetta út þegar ég kom þarna daginn eftir. Og já, við erum sem sagt búin að hreinsa þetta og við erum búin að fara aftur og hreinsa þess meira og hérna. Þannig að svona lítur þetta út eftir svona skaða. En hvað eigum við að gera? Eigum við bara að hætta þessu? Þetta detturport er allt saman, það er orðið stórt. Eigum við að sleppa því að grisja? Eigum við bara að fara í lokahögg áður en að trén ná þessari hæð? Eigum við bara að lækta lauftré út af því að sumir segja að þau detti ekki í vindi? Og það er nú bara einfalt svar við þessu og það er bara nei. Við getum gert ýmislegt annað og það er til dæmis skógarjaðarnir. Skógarjaðarnir hafa hlutverk. Þeir eru varnarmennirnir og við vitum það bara úr handboltanum og fótboltanum að ef að vörnin klikkar þá lekur allt inn og við skítöpum leiknum. Og ef við erum með skógarjaðarna í lagi, þeir eiga að drepa niður vindinn og passa það sem er fyrir innan. Við getum alveg grisja þá svona létt og þá erum við að fá þessa virkni sem við erum að sækjast eftir í skógarjaðrunum að við bara drepum niður vindinn og það er miklu minna vind alveg á trjám sem er í skóginum. Það er annað sem við getum gert. Við getum hugsað skóginn okkar svolítið betur. Getum millibilsjafnað
og við getum tvítoppaklippt en það hefa sýnt sig rannsóknir bæði skandinavískar og eins í Bretlandi og Kanada að ef við millibilsjöfnum jafnvel frekar létt og oftar að þá erum við að fá hérna meiri vindmótstöðu. Það er annað sem hangir á spýtinu með því að fara í millibilsjöfnun að það er það að við erum farin að vélvæða skógarhöggið hjá okkur og það er miklu einfaldara og fljótlegra að höggva skóg sem er millibilsjafnaður með vél heldur en skóg sem er ekki millibilsjafnaður. Við þurfum að passa upp á jarðvisluna og hvernig við setjum ekki skóginn þvert á vindáttina og það getur verið ágætt að drena líka og ræsa fram blaut svæði. Síðasta er að við þurfum að passa upp á grisjununa. Við þurfum að grisja á réttu tíma. Flestir þessi skógar sem voru að falla þarna, þeir eru grisjaðar allt og seint. Ef við hefðum grisjað á réttu tíma þá hefðum við grisjað minni í einu og við varum með miklu betri rótafest og við varum með miklu betri mótstöðu gagnvart vindinum. Við þurfum að passa upp á eyðurnar og hárskógur, samkvæmt Kanada, þá voru að tala um að Sitkagreiniskógur sem er meir en 15-20 metrar, hann þolir ekki þunga grisjun. En ef við erum að grisja á réttu tíma og grisja nógu oft, að þá náum við betri mótstöðu. Er ég fallin á tíma? Fallin. Heyrðu, þá segjum við þetta bara gott. Ég var með nokkra myndir hérna í lokin en við sleppum þeim bara. Já, ég renna þeim í gegn. Já, þetta er nú bara svona eðlilegar myndir af hérna. Já, þetta myndi heita það. Já, og svo er þarna brotið og það er eitt sem ég kannski gleymd að minnast á í þessu að tvítoppatré, þau brotna mjög gjarnan og yfirleitt á það sem að topparnir skarast. Og þess vegna verðum við að leitast við það í grísuninni að kippa þeim í burtu. Svo er ekki öll sem fara alveg í sundur, þetta lítur svona út stundum. Og meira, kubbast hérna hátt uppi, furan. Og Sitkagreini, þetta eru töluvert háir stubbar. Og þetta eru sver tré sem að koma. Þetta eru nú lapirnar á mér, númer 43 skór, þannig að þetta er sæmilegi stofnar sem eru að kubbast í sundur. Og þetta er rauðgreini sem að féll